Rjóminn engu líkur. Gott í matinn frá MS. Suðurland dásamlegt og hér vor í lofti. Að minnsta kosti í þessu gróðurhúsi sem við ætlum að skoða svolítið betur á eftir. En í þessum þætti þá ætlum við meðal annars að færa ykkur rógur, rjómaís, hreindýr og helgapé sem að birtist okkur óvænt upp á Hellisheiði. Þú ert að horfa á vinnsluferli Hellisheiðarvirkjunar sem með sönnu má kalla flaggskip Íslendinga á sviði jarðhitanýtingar. Þetta með allar gulræturnar? Þínar gulrætur eru alveg, hvað voru þar alveg bara 20 cm langar? Já. Þessa brúnu. Og svo fórstu með þau í skólan. Manstu hvað krakkarnir sögðu? Já. Ha? Hvað héldu þau? Sumir sögðu bara að þetta væri eins og grillaðar gulrætur. Eigum við núna að fara að sá kannski tómat á þessum gúrkum? Já. Þar með út í gróðurhús? Já. Við í Fossheiði á Selfossi farið að huga að vorinu. Þar eru gulrótakonan og garðyrkjuvinur hennar að störfum enda að mörgu að hyggja. Þau eru nágrannar, hún garðyrkjufræðingur, hann án efa einn efnilegasti ræktandi landsins. Ég var á þrjálfinu að 3 ára. Síðan hitti ég hérna út í garði og byrjaði að hjálpa henni smá og að grafa. Og það bara gekk vel. Og máttur alveg vera með? Já. Og ertu bara búin að vera í hjálpinni síðan? Já. En hvað er þetta? Kartöflugeymsla. Og hver á þessa kartöflugeymslu? Jæður. Samstarfið hófst sem sagt fyrir 3 árum og eftir stutta heimsókn til þeirra Auðar og Þórðar maður töluvert fróðari. Og 2 fyrir mig og 2 sem við erum með saman. Gerðu gatt hér að skall? Það bara lítið. Já. Svo verður þetta stóri tómatblötu. Auður, hvað er skynsamlegt að gera núna svona fyrstu dagan í febrúar? Ég held að það sé mjög skynsamlegt að halda rósinni. Vera njóta þess að sólin að hækka á lofti og kaupa fræ, það er yndislegt. Og velja og spökulega hvað maður ætlar að gera í sumar. En svo er það ekki fyrir miðjan, eða í svona lok febrúar sem maður kannski fer að sá fyrir einstaka kryddtegundum og stjúpinu og fjólinu og bellis í sumarblómunum. Og svo byrjar sáning yfirleitt ekki fyrir miðjan mars og alveg fram miðjan apríl. Og fólk að sá inn í eldhúsglugga eða inni og þar hitinn kannski 20-21 gráður. Það er bara of mikill hiti fyrir þessar plöntur. Og það þarf svolítið að huga að því að ef maður þarf ná árangri að vera að rækta forsá í svona 17 gráðum. 12 til 17 gráðum. Það er það sem er hitast í gróðurhúsunum. Og ég sýna hvað maður gerir við þetta. Maður bara kaupir svona salat út í búð. Já. Og svo borðar maður það. En hendir því ekki. Þegar maður er búinn að borða þarna, þá tekur maður bara mold í potinn og setur það síðan bara aftur ofan í. Og síðan lætur maður bara þess að það vaxar aftur. Já, og borða það svo bara 2 af sömu rót. Já. En fólk getur alveg farið að umpota pottaplöntunum. Það er akkurat góður tími núna. Og fara svona smátt og smátt að gefa þeim þörung og vökva og svona aðeins að lífga við þeim. Klippa þær og svo núna úti þá maður í klippingunum. Trjáklippingunum, þetta er kjörtími. Svo vökum við þetta og látum þetta svo bara vaxa og veistu hvað gerum svo við þetta? Við bara klippum þetta af og svo borðum við það. En við hendum svo þessu lauk þegar það er svo gaman að sjá svona eitthvað grænt koma upp í febrúar. Já. Og hvað er skemmtilegast? Það er skemmtilegast að setja niður baunirnar. Af hverju?
mér finnst það svo skemmtilega alltaf að setja indíánatjaldi eða. Varstu að rækta baunir í indíánatjaldi? Já, maður býtir svona úr spýtum, þá gerir maður svona stengi niður og síðan gerir maður hring úr greinum og setja á hana og síðan lætur maður bara baunir að vaxa í kringum greinar. Og er þetta ekkert erfitt? Nei. Gerum hérna 2. Já. Og setjum við. Það eru þá komið 4 með tómatum. 7 tómata. 10. Haldið að setja svo bara pössum við. Svo getum við bara geymt þetta þangað til við ræktum næst. Ég bæði þurrka, krydd og síðan er ég að saxa niður og frysta í teninga. Ég kalla það svona súputeninga. Og ég gef það líka með grænkálið og af því það er svo mikið nota grænkálið í svona morgundrykki með banananum og avokado og eitthvað þess og þar. Og það á ég svona frosna köggla. Ég frysti þetta alltaf í svona falleg hjörtu þannig að það veikur mér bara meiri gleði. Og svo á ég þetta í frystinum og tek fram og á þá allan veturinn. Veistu að ég á kærustu. Og ætlar að gefa henni blóm á konudaginn? Já. Hvað ætlar að gefa henni? Sumar bleikar rósir og sumar gular og sumar rauða. En þú ætlar að gefa henni rósir á konudaginn? Já. Og hvað er hún gömul? Hún er 16 eins og ég. Þú ert þreyttur? Já. Góða kvöldið kæru sveitungar og verið hjartanlega velkomin öll sömul á þorrablótið. Þorramaturinn er að sjálfsögðu á sínum stað og vek ég sérstaka athygli ykkar á rófustöppunni. Þessu einstaka meðlæti sem er fjölbreyttara en margur heldur. Nú frost á fróni, flís í æðum nóg, hefur kuldaljón, tár í jötun món. Er þetta ekki draumatími rófnabænda núna? Öll þorrablótin og... Jú, þorrablótin og svo er sprengidagurinn 17. febrúar. Þannig að þetta er svona aðal tíminn og svo náttúrulega fyrir Þorláksmessu þegar skatan er. Harman huginn sinn á sér til, orfir á heia forðan ryggur búaðinn, minkar stamm til. Má bjóða ykkur Ragnarsrófu, Maríubakkarófu eða kannski Sandvíkurrófu. Íslensku rófufræðin eru stórmerkileg og nú hefur félag gulrófnabænda ákveðið að leggja allt kapp á að hefja rófur til vegs og virðingar. Og aukið gæðaeftirlit er liður í því átaki. Við leggjum mikla áherslu á það að menn sé ekki að senda eitthvað dót á markaðinn. Það er náttúrulega eru brögð að því að menn eru að senda bæði smátt og skemmt og maður verður að taka svolítið á því. Við leggjum áherslu á að við séum með góða vöru, þannig að fólk kaupi rófuna, sko. Hefurðu grun hvað þetta eru margar rófur sem eru framleiddar á landinu, svona einu ári? Nei, við erum ekki talið þær, en það er talað svona ársneyslan á Íslandi sé milli 800 og 900 tonn, svona yfir all landið. Og þið annið því alveg? Já, svona í flestum árum, en þá náttúrulega kemur eitt og eitt ár sem að uppstýrubrestu verður, eins og í fyrra þá eru rófurnar búnar snemma því að eða hitt í fyrra skulum segja, það rigndi mikið og hérna menn lendi í ýmsum áföllum og það varð að flytja svolítið inn svona yfir sumarið, maí og júní. Rófur eru hollar, stappaðar, soðnar, steiktar og hráar. Það þarf ekki að deila og sumir vilja meina að þær séu grennandi líka, sem að hljómar eins og fegursta tónlist í margra eyrum. Já, sjálfsagt er það, ef þú borðar bara rófur eingöngu. Gæti ég lifað á rófum? Ég veit ekki hvort við getum lifað af henni eingöngu, en hérna, jú, það er talað músík grennandi, sko. Þannig að þú vilt meina að maður verið þá að taka svona pungu með? Já, og það er nauðsynlegt. Ég ætla bara að bjóða þér inn til að smakka hérna súra hrútspunga og rófustöppu. Hvað setur í hana? Já, ég hef nú verið að viðurkenna það að konan býr þetta til. Ég kann nú ekki þetta búa til, ég kann að borða. En ég veit að það er í þessu pipar og smá sykur. Þetta er náttúrulega það besta sem maður fær. Við erum svona skipt á milli. Ég tek rófustöppuna og Sighvatur-pungan. Já, ok. Pipar og hvað var meira í þessu? Sykur. Smá sykur, mjög lítið. Það var bara svona að gera það svona ekstra gott eitthvað. Já. Annars eru rófurnar mjög sætar. Sérstaklega ef þær hafa náð að frjósa aðeins ánum að taka þær upp út í garði. Er það betra? Já. Geymast betur, þá eru það kaldar alveg hreint í gegn innan tjarna og svo verða þær aðeins sætari fyrir vikið.
Þetta rosalega gott. Mér finnst það bara frábært. Þungar, súrir og sætar rófur, þá mætast andstæðurnar, sko. Þú vissum hún ekki smaka? Hún algjör kerlingu maka. Njóttu vel. Takk. Það bil 15-20 framleiðendur eru í félagi gulrófnabænda og nokkrir þeirra einbeita sér alfarið að rófuræktinni. Já, það eru kannski 3-4 sem hafa þetta eingöngu sem lifibrauð. Og þó var það alltaf eitthvað, menn eru alltaf að fikta við eitthvað annað líka, sko. Það svo erfitt að hafa öll eggin í sömu körfunni, menn verða aðeins að deila áhættunni. Eru menn eitthvað að fikta við einhverja tilraunastarfsemi? Já, við erum mikið af því. Erum með tilraunir í sambandi við sortir. En farið ekkert lengra í fiktinu? Þið ekkert að reyna svona para saman ró og gulrót? Nei, ætli það sé frekar hægt að gera það frekar en kind og belju. Það er algjörlega óstílt, þannig að það gengur ekki. Það sem að þetta er fyrst og fremst, það er heimsókn á íslenskt kúabú. Og við komum bara til dyrana eins og við erum klædd. Það eru bara hérna, við erum bara hérna inn í hlöðunni og kýrnar eru bara hérna. Þetta er ekkert leikið, þetta eru bara íslenska kýr og máum hennan Árni, hann er að mjólka þarna. Það var margir rennt upp að hlaðinu í Efstadal, enda margir á ferðinni og sumarhúsin í grendinni skipta þúsundum. Það er líka margt sem freistar. Hestalegan, matsölustaðurinn, gistingin og síðast en ekki síst heimagerðir rjómaísinn sem er freisting sem verður að falla fyrir. That tastes very good. Is it okay? Yeah. Oh, it's great. Yeah, it tastes great and very fresh. This is amazing though. Definitely the best ice cream I've ever had. Okay. Ég ekki segja að þetta er byrjað þannig að mamma fer á frumkvöðlanámskeið á Selfoss og við vorum náttúrulega byrjuð í ferðaþjónustu með hestalegu 91 eða 2 og svo vorum við búin að opna bændagistingu 2001 og mamma fer á svona námskeið þar sem að var svona verið að fá fólk til að hugsa aðeins út fyrir boxið og þessi hlaða sem við erum með ísbúð og veitingastaði í fjósunni hjá okkur stóð ónotuð og gamla kastar þessari hugmynd fram að það var ekki sniðugt að opna veitingastað og ísbúð og svona inn í hlöðunni og við hlóum nú svolítið að gömlu konuna, nú var hann endalega gengin af vitinu hver vildi koma og fá sér ís í fjósalyktinni en það eru komnir 18 mánuðir sem við opnuðum og hún er búin að hlæja okkur og segja I told you so og þannig að hér erum við bara í gömlu hlöðinni. Vanillu og kókosbólís. Hverjum datt í huga að búið til kókosbólís? Ég held að það hafi verið bara Sölvi bróðir. Sælkeri. Hver þeirra er vinsalastur? Ég held að það er kannski ekkert alveg beint einn. Börnin fara rosalega mikið í myndupipp og svo er Oreo og kókosbólu mjög vinsæll. Þetta er sannkallað fjölskylduævintýri sem að hjónin Björg og Snæbjörn í Efstadal bjuggu til og nú hafa 2 af börnunum þeirra, Sölvi og Guðrún, komið inn í reksturinn ásamt sínum mökum. Ég heyrði utan að mér áðan að þið hefði svolítið svona sérstaka aðferð við að gefa kálfunum nöfn. Já, ég og hann Árni við höfum svona haft þetta að svona fyrsta nafni sem við heyrum í útvarpinu að það verður oft fyrir valinu. Svona í sambland líka við íslenskan, þetta er svona svolítið góð regla og Þorgerður Katrín er til dæmis þarna og Jóhanna er einhvers staðar en svo er Búkolla og Snjólaug og svona inn á milli líka þannig að það verður alltaf að hafa einhverja hefðir sko. Einhverju sérstöku uppáhaldi? Herðu, já, við náttúrulega eigum einn úr héraðinu, hann Sigurður Ingi, landbúnaðarráðherra. Hann er náttúrulega eðalmaður og var dýralæknirinn okkar meðan hann starfaði við það, þannig að hann er nýfæddur, herra Sigurður Ingi. Hvernig leggst sumarið í þig?
Í raun og veru bara ótrúlega vel. Þetta náttúrulega búið að vera mikil vinna á okkur fjölskyldunni, koma þessu á stað. Það alltaf einhver úr fjölskyldunni á vaktinni. Þannig að þetta búið að vera erfiðu tími, en maður rosalega spenntur. Það sérstaklega ég hef rosalega gaman að því að taka á móti fólki og hef gaman að því að tala. Þannig að þetta eru bara forréttindi að vera heima í sveitinni sem maður ólst upp og vinna þar og vakna á hverju morgni og hugsa, annars skemmtilegur dagur í sveitinni og alltaf hitt eitthvað nýtt og nýtt fólk. Það er ekki hægt að hugsa sér það betra. Það var í apríl árið 2006 sem Alfreð Þorsteinsson lagði hornsteininn að Hellisheiðarvirkjuninni og árið eftir var svo opnaður glæsilegur sýningarsalur þar sem má fræðast og sjá ýmislegt sem tengist þessu merka framtaki. Og nú tekur þú við, Helgi minn. Þú ert að horfa á vinnsluferli Hellisheiðarvirkjunar sem með sönnu má kalla flaggskip Íslendinga á sviði jarðhitanýtingar. Við hönnun virkjunarinnar lögðum við ofur áherslu á það að hún yrði umhverfisvæn og að orkunýtingin yrði sem allra best. Geturðu sagt okkur, Eiríkur, svona kannski stuttumáli hvað Hellisheiðarvirkjun er? Já, þetta er jarðgufuvirkjun. Við sem sé borum hér ofan í eldfjallið, Hengilinn, þannig að þetta er verksmiðja sem að framleiði rafmagn og heitt vatn úr eldfjalli. Þegar gufan sleppur hérna inn í þetta stóra kalda rými, þá hvellsýður hún og bara frussast í gegnum öll túrbínublöðin og það snýr dótinn og þetta er það sem að gerist alveg stöðugt að hérna kemur gufa sem að svona bara nánast sprengi síður í gegnum túrbínu. Þegar maður lappar hérna inn þá lítur þetta allt saman afskaplega vel út en þetta hefur ekki bara verið upp á við því að nú þurft að svona drepa nokkra dreka á leiðinni. Já, og þessi stærsta jarðvarmavirkjun landsins var byggð mjög hratt. Þannig að þegar hún var fullbyggð eða svona komin í fulla framleiðslu 2011, þá blöstu við vandamál sem að hefðu verið leyst fyrr ef að til dæmis hægar hefði verið farið. Þetta eru aðalega 3 viðfangsefni sem við höfum verið að glíma við og það er að bara skömmu eftir að síðustu túrbínurnar eru ræstar, þær eru 7 hérna í virkjuninni, að þá kemur í ljós að það er ekki næg gufa á þessu svæði hérna næst virkjuninni. Það eru við að leysa núna með því að tengja hólur sem við eigum hérna steinsnar frá við Hverahlíð, við virkjunina, þannig að hér verði næg gufa til framtíðar. Annað mál sem að kom upp var þegar til þess að auka sjálfbærnina, þá tökum við vatnið sem að verður til þegar gufan er búin að fara í gegnum alla ferlana í virkjunni og dælum niður í jarðhitageyminn aftur. Við þessa niðurdælingu, það kom högg á hana hjá okkur fyrir nokkrum árum sem að gerði það verkum að sprungan sem við dælum honi, hún hrekkur til jarðskjálftar á svæðinu, fannst mjög greinlega í Hveragerði. Þessi niðurdælingar veita, við erum að ná betri tökum á henni, gera þetta mjúklegar, forðast að verði snarpar breytingar og við höfum verið án stóra skjálfta. Við erum náttúrulega á eldfjalli þannig að við ætlum ekki að tryggja að það verði aldrei jarðskjálftar á þessu svæði, við getum það ekki. Og þriðja vandamálið sem að fylgdi þessari stóru virkjun, svona nálagt þéttustu byggð á landinu, á höfuðborgarsvæðinu, var brennisteinsvetni, hveralyktin, sem að fór í taugarnar á mörgu fólki. Og við höfum verið að vinna því núna baki brotnu og vorum að uppskera núna í sumar að ræsa stöð, lofthreinsistöð sem að hreinsar brennisteinsvetni úr gufunni og við blöndum því við þetta sama niðurdælingavatn sem að fara þarna niður hvort þið er og dælum því niður í jörðina aftur. Gestirnir hérna eru aðalega erlendi ferðamenn. Sýningar gripirnir hér, bæði kvikmyndir og gagnvirk tölvutækni notuð,
alls konar framsetning, myndræn framsetning á jarðhitanýtingunni. Hún alveg einstök. And is a good example of how the power station's designers have placed great emphasis on utilizing the energy brought from the earth. Eiríkur, veltið því einhvern tímann fyrir ykkur að það gæti gosið hérna á morgun? Já, auðvitað gerum við þá. Við þurfum að vera undir það búin og við höfum æft það að það hefjist eldgos í eldstöðinni sem við erum að virkja hérna. Það fylgir þessu þegar þú ert að reyna að beisla svona reginöfl eins og eitt eldfjalli að því fylgir auðvitað áhætta. Við vegum og metum hana fyrirfram og reynum að draga úr hættu á tjóni á fólki og fénaði og tækjum eins og við mögulega getum, en við þurfum að vissulega vera undir það búin. En hvað finnst fólki merkilegast að sjá? Það að uppgötva hvernig þetta gert, að bora ofan í eldfjall og fá húshitun og rafmagn út úr því og flæðiritið yfir sem að útskýrir hvernig einstakir hlutar virkjunarinnar virka, það svona opnar augu margra og vekur athygli. Vous découvrez actuellement la méthode de production de la centrale de Hellisheiði, véritable vaisseau amiral des Islandais dans le domaine de l'exploitation de l'énergie géothermique. Líklega tengja flestir íslensk hreindýr við Austurland og hálendið norðan og norðaustan við Vatnajökul. Svo var að minnsta kosti raunin með okkur umsjónarmenn að sunnan. Það því óhætt að segja að við höfum rekið upp stór augu þegar bílljósin allt í einu og allsendis óvænt lýstu upp hreindýr sem stóð á miðjum veginum langt vestan við Höfn í Hornafirði. Við vorum dálítið uppveðruð og fluttum fréttirnar leið og við komum til Hafnar. Þar sem þær kom ekki nokkru manni á óvart. Nei, þetta bara við túnfótinn hérna hjá okkur og það bara orðin staðbundin dýr á ákveðnum stöðum sem við göngum bara vissum yfir vetrartíman. Þau hverfa náttúrulega yfir sumartíman þegar tími kominn en þetta bara hér og kannski pink og hættulegt að keyra ekki á þessi greið. Hvað langt síðan að þið fóru að dvelja á Suðurlandinu? Þetta eru svona 6 til 8 ár sem að þau fóru að vera bara eiginlega staðbundin yfir þennan tíma og það mjög skemmtilegt. Þetta náttúrulega ferðamaðurinn elskar að sjá þessi dýr. Þegar maður fer að útskýra þetta fyrir þeim þá kemur oft upp að þau eru, fólki hissað að þetta séu villt dýr. Og við höfum marg ítrekkað séðu á leiðinu upp í bústað, frá afleggjaranum frá þjóðvegi 1 og upp í bústað. Það bara, þau stoppuðu bara og þau eru bara að éta og hoppa yfir ána og dúllast. Þetta bara svona, já, þetta bara eins og gæludýr næstu því. Það pottitt einhver dýr hérna, liggja hérna fyrir ofan eða eitthvað og hann hefur bara verið að slæfast eitthvað. Nú voru hann að látið í sér heyra. Hann er ekkert voðastekur. Þarna, sérðu, hérna megin. Já. Hérna megin. Sérðu? Hvati? Sérðu það? Þau eru ógeðslega flott kvikindi maður. Þau eru ógeðslega hættuleg. Þú ert á 90 km hraða og sér ekki neitt. Svo allt í einu standa upp og þá, gætu alveg slaupið inn á eða þetta alveg ótrúlega vondur litur að þið. Ef við förum og horfum á eldhúshlutana af þessu, þá mjög erfitt að hafa hreindýr og seðli. Bæði náttúrulega alveg ofsalega dýrt. Og síðan eru leyfin þannig að þú getur sótt leyfi, færð leyfi, kostar þið 100 skall eða eitthvað. Svo þarftu að fá veiðieftirlitsmann og jafnvel faratæki til að komast. Svo þarftu aðstoð til að koma draslinu tilbaka. Dýri kostar þið kannski orðið 300 skall. Og ef við til dæmis ætlum að hafa á seðli, þá þurfum við að vera með heilbrigði skoðað. Það þarf að fara með það í sláturhús og fá stimpla bara eins og venjulegt. Þá megum við selja það En annars verður þú bara að fara með dýri heim og borða það bara sjálfur. Þannig að þú mátt ekki selja það Gísli, það æðislegt að sjá þessi hreindýri. Þau eiginlega bara svona pínu bónus á norðurljósaferðirnar, eða ekki? Jú, norðurljósin ferðirnar hingað til okkar hafa snúist það að fólk kemur fljúgandi með flugfélaginu Ernir og gista hjá okkur 2 nætur og fólkið svo að nota dagana, birtuna og fara svæðið að Jökulsárlóni, jafnvel í Skaftafell og hér austur í Hvalnes og þá koma þessar spurningar gjarnan þegar við komum heim.
hvort að þetta séu villt dýr eða hvort að þetta sé í skipsförmum flutt inn eða alið upp og þeim finnst það alveg ótrúlegt að sjá þessi dýr hér niður á aurunum, ekki í fjöllunum og ég held að það sé kannski bara huggulegra lífferðu, auðveldar ná sér í mat og hér yfirleitt snjólétt og gott veður. Hvað með norðurljósaferðirnar? Hvar er helst að sjá norðurljósin hérna á þessu svæði? Við förum með gestina okkar út svona 20 mínútna hálftíma radíus, þannig að við erum aldrei lengi að komast heim aftur. Ljósin náttúrulega kom ekki alltaf, en í öllum tilfellum hjá okkur hefur fólk verið mjög ánægt bara við að sjá náttúruna í vetrarskrúðanum og við erum búin að gera það núna í 7 ár og fer vaxandi og er fín svona búbót yfir í kaldasta veturinn. Hvernig bregst fólk við ef að norðurljósin klikka og láti ekki sjá sig? Ég hef gjarnan sagt þá sögu að við höfum fengið eina kvörtun og það var kona frá nefndu landi sem að sendi inn skriflega kvörtun og hún hljóðaði upp á það að ljósin voru ekki nógu sterk. Það er að segja, hún sá bara græn ljós og vildi sjá rauð og fjólblá. Það er erfitt að skrifa upp á að fólk sjáu ljósin, en svo aftur í hina áttina, þar var manni eftir einni indverskri stúlku, búsett í Bandaríkjunum, sá ljós og bara fór að gráta og grét og ég vissi ekki hvað það hefði komið fyrir, að þá var það upplifun hennar að af hennar hafði sagt henni sögu þegar hún var að fara að sofa á kvöldin, sem lítið stelpa, norðurljós og þarna sá hún því í fyrsta skipti og brást svona skemmtilega við, ef svo má segja. Og þá kveðjum við hérna sunnan með sunnlenskum hreindýrum sem að böðuðu sig í sólinni rétt vestan við ána Kolgrímu. Rjóminn er engu líkur. Gott í matinn frá MS.